Segja velkomin, Þór. Takk fyrir. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Heyrðu, þú ert búin að vera bara mjög upptekin eða ekki í leikhúsinu og... Jú, ég er búin að vera svolítið mikið upptekin í listinni í haust. Ég hef alveg verið, sko, hef einlega lifað mest á því síðustu 10 árin að vera að gæta eða leiðsögumaður. Já. En alltaf verið að stunda eitthvað listina með eitthvað leika, einhverju sjónvarpsþáttum eða eitthvað. Já. Og svo einhvern veginn datt allt einhvern veginn niður á sama tíma í haust. Annars vera bók skáldsaga sem var að koma út. Já. Sem ég skrifaði sko bara fyrir 10 árum í rauninni að mestu leyti. Og svo leikrit sem að akkurat fór í framleiðslu akkurat þarna á sama tíma. Já. Þannig að ég þurfti að taka mig frí frá leiðsögumennskunni og stundalistina. Já. En þegar þú ert að leiðsegja eða gæta eða hvað sem maður segir, já. Ertu þá í karakter? Nei, ég myndi nú ekki. Já, ég minna maður náttúrulega í þjónustu starfi, maður náttúrulega reynir að vera hress og bara í þjónustu en ekki að tala hvað lífið sé ömurlegt eða eitthvað. Maður bara hress. Þannig að jú, að vissan hátt maður í hlutverki og þetta er auðvitað svolítið svona stand-up eða skilur, maður auðvitað leika á hver hlutverk, segja sömu sögurnar aftur og aftur og þannig er þetta svolítið, eins og að vera í leikhúsi á vissan hátt. En þetta er samt alveg lifandi. Fólk er mjög mismunandi og sumir vilja margar sögur og sumir vilja bara maður þegi og keyri eða eitthvað og þannig að þarf maður líka bara að meta það og nema sko. Já. En mér finnst þetta mjög skemmtilegt starf sko. Já, ég fæ heilmikið út úr því að sína, ég meina landin náttúrulega séru sér sjálft svolítið og svo hef ég sankaði mér alls konar þjóðsögum og sögum sem ég hef gaman að deila og þau hafa yfirleitt gaman að því. Já. Meira gaman að því heldur en að vita hvað fjöll eru há eða eitthvað svoleiðis sko. Já. Þú ert væntanlega búin að kynnast fólki út allan heim í þessu? Já, einmitt. Frá Asíu og Indlandi, allstaðar, Suður-Ameríku, allstaðar á heiminu sko. Já. Og annars, ég hef líka mikið verið að leiðsegja frökkum af því ég tala frönsku. Já. En mest er maður á ensku. En ef við förum aðeins svona, ætlum að fá að vita aðeins meira þig. Hvar ertu fæddur uppalinn? Ég er fæddur á Íslandi, í Reykjavík, Landspítalanum. Foreldrar mínir eru sko Reykvíkingar eiginlega í húð og hár bæði. Já. Þó þau ættir að reykja eitthvað annað, skilur mamma og Mjósveitinni og pappi að vestan og svo framins. En þau eru svo bæði fædd og alveg upp í Reykjavík. Já. Og pappi var læknir og lærði læknisfræði hérna heima. Já. En þegar ég er svona 2 ára, þá flytjum við út. Já. Og þannig að ég get ekki sagt ég sé fæddur og uppalinn í Reykjavík. Sko. Nei. Ég 2 ára þá flytjum við út af því pappi fer að sérhæfa sig fyrir sérnám í faraldsfræði og sérgreinar í læknisfræði og við byrjum á því að fara til Færeyja reyndar, við erum þar bara, ég mann tæplega eftir því sko. Þar var hann kandidat og svo Þýskaland 1 ár, ég mann ekki mikið eftir því og svo 5,5 ár í Bandaríkjunum. Já. Þar var pappi að læra og hans sérgrein voru krabbameins rannsóknir. Já. Þannig við byggum fyrst, sko ég man eiginlega fyrst eftir mér í Houston, Texas. Vá. Já, og við vorum þar í ykkur 2-3 ár og svo 3 ár í Albany, New York.
Ok, þannig að þú hefur verið alltalandi á amerísku þegar þú varst bara barn. Já, ég var bara svona young American, sko. Í rauninni, eða þú veist, við töluðum alveg íslensku heima, en ég talaði með þykkum amerískum hreim þegar ég var 7 ára, 8 ára, þegar við flyttum heim. og líka, ég meina, maður var í skóla hérna og söng ameríska þjóðsöngin á hverju mótni. Texas hreimurinn líka ekstra skemmtilegur, sko. Já, við vorum alltaf í Albany, sko. En já, ég talaði með þykkum amerískum hreim, sko. Já. En sem betur fyrir, þá byggum við á Íslandi í 2 ár. Já. Þegar ég var eitthvað 8-10 ára. Já. Og var í Altamýraskóla og lærði íslensku, eða þú veist, náði tökum á íslensku. Og svo fórum við, fekk pabbi starf í Fraklandi. Já. Og fjölskyldan bara til Fraklands. Já. Og ég bjóð þar í 5 ár. Já. Þau bjóð aðeins lengur. Ég kom heim með eitthvað 15 ára og fór í mennskóla á Íslandi. Já. Og hvað var mamma henni að gera? Var hún þá? Já, sko, í Bandaríkjunum var hún heimavinnandi húsmóðir. Hún var ekkert að vinna. Nei. En svo fór hún er píanóleikari og hafði náð mjög góðum tökum á því bara þegar hún var ung. Já. Að spila á píanó. Og svo fór hún í píanókennaranám. Já. Og starfaði við það lengi, sko. Já. Þið mörg sískinin eða? Við erum 4. Já. Við erum 3 bræður og ég er yngsti bróðurinn og svo er ein systir sem er yngri. Og hvað, þið voru alltaf að flytja með þeim á milli staða? Já, yngsta systir mín er fædd í Fraklandi. Já. Já, systir mín er fædd í Fraklandi, já. Þannig að við þvældumst alltaf með, elsti bróður minn, hann fór ekki, fluttist ekki til Fraklands. Hann var í mennskóla, var á Laugavatni. Já. En við náttúrulega, þetta er alveg frábært á margan hátt að hafa flutt svona mikið, eða svona kynst svona mörgum menningar heimum. Já. Af því að maður færi þetta, sko maður læri það sem fyrir mann er haft, en ekki það sem mann er sagt einhvern veginn og þannig að maður drakk alveg í sig einhvern veginn ameríska menningu eða amerískan þangagang. Og svo kemur maður heim og þá er það bara íslenski þangagangurinn sem að reyndar, ég elskaði að búa hérna heima á Íslandi þegar ég var 8-10 ára. Já. Það er svo mikið frelsi að vera krakki hérna, sko. Ég man hvað mér fannst það merkilegt að sko komandi frá Bandaríkjunum að fá að vera bara úti þegar það var myrkur. Já. En það var alltaf myrkur bara kl. 5, sko, þannig að eða 4:30 og þá, mér fannst það svo mikið sport. Já. Úti að leika sér og frelsið og bara 8 ára að taka strætó og fara inn í bæ í Sundhöllina og þetta er bara æðislegt, sko. Já. Og maður drakk í sig þá menningu og síðan í Fraklandi sem er allt öðru heldur en Bandaríkin, allt öðru heldur en sko 1969 þegar við flyttum til Fraklands þá var Frakland mjög franskt, sko. Já. Og það var ekkert eitthvað Kentucky Fried eða McDonald's eða eitthvað svona dóttir það var bara franskt, það voru bara fransk kaffihús og menn borðuðu franska pulsu og borðuðu bara franska máta, sko. Og franska kartöflur? Nei, já, en þannig að þetta var allt öðru sem menning heldur en bandaríska menningin. Þannig að fyrir utan, maður grætti þessi tungumál en aðalega held ég að maður, ákveðna víðsýni, sko. Maður er svona, já. Og hvernig barn varstu? Maður er alltaf með eitthvað hlutverk, virðist vera í svona barnahó. Já, ég held ég hef verið trúðurinn, sko, á heimilinu. Eða svona, ég var náttúrulega, held ég af bræðrum mínum, þá var ég alveg órólegastur. Og var það bara strax, sko, alltaf klifrandi upp allt og svolítið svona, já, svona njálgur í mér, sko. Ég veit, ég hefði hugsanlega mátt flokka mig sem eitthvað ávirkan eða eitthvað, sko, en það var ég var ekkert settur í þá greiningu. Nei. En það var stundum erfitt að hafa heimil á mér, sko. Já. Og bæði fyrir mig og fjölskylduna, skilur. Og prílandi upp alla veggi og svona. Já.
en öðru leyti var ég bara góð drengur sko. Já, þannig að þú átti bara gott uppeldi og góða æsku Já, ég bara, við vorum það var svona yfir heildina, fyrir að þetta flakk var svolítið svona spes auðvitað sko. Ég man að mér fannst þetta svolítið svona, mér fannst fúlt að fara frá Íslandi til Frakklands og ég held þetta sé svona þetta flytja með börn milli landa, það er ekkert mál þangað til maður svona 10 kannski, eða 10, 11, ég veit það ekki og það væri sjálfsög ekkert mál, þú veist, ég kynntist náttúrulega fullt af fólki og átti á fullt af vinnum í Frakklandi ennþá, sko, æsku vinnir og svona en svo, þú veist en maður orðin, sko, þegar maður orðin svona 10, 11, þá maður orðin svo svona félagslega sjálfstæður svolítið, maður eiginlega að byrja að vera svolítið sjálfstæður og þannig að það verið að rífa mann upp úr einhverju svona sem að maður fann að byggja sinn persónleika einhvern í félagslífinu en ég meina þetta var ekkert mál sko og ég meina ég kom 15 ára heim til Íslands og þú veist maður mjög fljótur að kynnast en það var svolítið svona það vantaði smá í mann þú veist maður var alltaf aðeins á skjön sko af því allir vinahóparnir þeir höfðu verið saman í grunnskóla einhvern veginn og maður hafði mist af einhverjum að svona smá á skjön en þú veist það var ekkert, truflaði ekkert mikið sko. Nei, en þú komst heim 15 ára? Já. Ok, og voru þau þá flytja heim líka eða komst þú bara? Nei, ég kom sko, bróður minn Torfi sem er 1 ára eldri, hann var kominn á undan og svo kom ég og foreldrarnir urðu eftir í 1 ári viðbót. Okay. Og hvar bjóstu þá? Við bjögum bara í húsnæði sem að þau foreldrar mínir áttu í Reykjavík sko. Bara 2 bræðirnir? Já, bara 2, elsti bróður okkar bjó á efri hæðinni. Já. En við vorum svona meira og minna svolítið sjálfstæðir sko. Já, ok. Fórum alltaf reyndar í mat, fórum í kvöldmat til sko ömmu og svo móðursystur, svolítið skipti sko. Það hefur verið svolítið... Það var mjög nótó. Já, en það er rosa mikið sjálfstæði fyrir svona unga menn. Já, það var ekkert, það var bara mjög gaman sko. Já. Ekkert mál. Nei. Hvenær og hvað fórstu þá að gera? Fórstu í skóla? Það var í mennskóla, Hamrahlíð. Já. Og kláraðu það? Já, kláraði það. Ég kláraði það þegar ég var eitthvað 18 líka. Ég tók það samt á 4 ár. Ég byrjaði sko 15 ára, þannig ég var aðeins yngri heldur en var alveg í 4 ár sko. Já. Ég var mjög mikið í félagslífinu og svona lítið með hugan við námið sko. Það voru geðt stuð bara hjá þér. Já, rosa stuð sko. Tónlistafélaginu, leiklistafélaginu og bara mikið félagslíf sko. Og mjög skemmtilegt. Já, hvenær fórstu að hafa áhuga á leiklist? Manstu það? Já sko, leiklist var svolítið svona, hvað maður að segja, það var svona ákveðin ljómi yfir leiklist í fjölskylduna því að móðurafi minn var leikari. Já. Og þekktu leikari hérna í bænum sko, Brynjólfur Jóhannesson. Já. Hann var alveg svona einlega stjarnar bara hérna á íslenskan mælikvarða og þannig að ég var eitthvað í leiklistafélaginu í skólanum en ég var samt ekkert alveg viss sko. Nei. Að þetta væri endilega það sem ég vildi gera. En svo fór ég eftir að ég útskrifaðist, þá fór ég til Danmerkur í Kaupmannahafnar og var þar á einhverjum svona leiklistanámskeiðum og ég kynntist fullt af einhverju leiklistafólki, ég ákvaði heila bara, nei, mér langaði ekkert að gera þetta sko. Nei. Og ákvaði bara að fara í jarðfræði. Ok, jarðfræði. En svo einhvern veginn bara leiklistin dró mig alltaf einhvern veginn inn aftur sko. Og þegar ég kom heim og alltaf að fara í jarðfræði þá var verið að gera kvikmynd sem hétt Sólu Fegri og ég var beðin að taka þátt í því og þá kynntist ég einhverju fólki og ég ákvað bara kynntist henni danskri sem ég hafði reynda kynntist henni úti í Danmörku og hún hafði farið í einhvern leiklistaskóla í Bandaríkjunum. Þannig ég ákvað bara, ég ætla að prófa það og fór í og svo bara einhvern veginn svo ákvaði að prófa að fara inn í leiklistaskóla Íslands og komst inn, þannig að hún var alltaf einhvern veginn að toga mig til sín sko. Og mér finnst þetta mjög skemmtilegt, þetta er svona ein af
Ég einhvern veginn hef trú á því að fólk að fólk eigi einhverja svona hillur skilur, maður sem segir að finna sína hillu og þetta er minnst þetta er alveg sko örugglega eina af mínum hillum í það minnsta sko. Mér finnst þetta mjög skemmtilegt að leika og það er eitthvað ótrúlega mikið kikk þegar vel gengur skilur, þegar maður kemst í takt við hlutverkið og ég ætla unni langmest í leikhúsi talsvert í eitthvað í sjónvarpi en mest í leikhúsi og þú veist að vera í einhverju leiksýningu sko, sem að gengur vel upp sko. Þetta er bara eitthvað svona trans sko. Byrja bara leikritið, byrja einhverju sögu og svo bara endar í hinum einu og búin að fara í gegnum alls konar tilfinningar þetta er mjög skemmtilegt fyrirbæri sko. Þetta virkar allan mjög skemmtilegt sko. Ég held að þetta sé svona næsta sem að kemst að því að vera eins og barn að vera í einhverju hlutverkaleik sko. En þetta er svona Þú varst aldrei feimin þá? Jú, örugglega sko, ég meina einhver partur af mér er feimin en ég var ekkert að sýna, ég var ekkert að láta feimnin að stoppa mig, myndi ég segja sko. En ég meina ég var alveg sko lokaður með ákveðna hluti skilur eins og maður er þú veist ég var feimin ég svona faldi ákveðna til dæmis eitt sko ég var frekar seinþroska og allir mínir vinir voru miklu þroska sko líkamlega seinþroska sko og var alltaf umgangast fólk sem var miklu eldri en ég og þetta er svona skapað alls konar svona komplexa sko í mér sko, þú veist, sem ég var náttúrulega ekkert að segja neinum frá ég var feimin með það skilur en ég var alveg svona alltaf út á við og taka þátt í öllu og svona sko feimnin stoppaði mig ekkert þannig Og hvað, hefur þú bara sem sagt búið komið mamma og pappi ekkert heim eða? Jú Já, ok Hvað mennur, já þau komið heim bara því 1 ára eftir mér sko Já, þannig að þú gast verið þá bara venjulegur úlingur eða svona þú veist, með fóreldreina heima Já En það, ég meina, þetta ár þegar við vorum bara 2 þarna og í mati og ömmu og svona, þetta var bara, þú veist, það var séð mjög vel okkur, sko. Já. Mjög, ég meina, það var ekkit verra heldur en þegar krakka fari í heimavist, skilur. Nei, einmitt. Ég var í svoleiðis. Það ekki? Jú. Hvað þá? Finnbogastaðaskóla, Trékyllisvík. Já, auðvitað, já. Það var ákveðið svona, já, maður var svolítið fullorðin þá. Já, svoleiðis. Og hvað varstu gömul þá? 6. Já, í heimavist bara 6 ára? Já. En þá fórstu þá í 4-5 daga eða? Já, bara frá mánudegi til föstudags. Já, mánudegi. Og ef við komumst heima þá fórum við heim helgar. Já, ef veður leyfði. Ef veður leyfði. Við fórum alltaf bát, sko. Þannig að það var ekkert alltaf veður, sko. En held ég að verða 7 þegar ég held að við byrja þá. Að ég hafi verið að verða 7, sko. Já. Þannig að, já, þetta var ævintýri. En þegar þú varst komin og þetta var alveg þangt þú varst 15 eða 16? Já, svo fór ég í 10. bekk á Hólmavík. Já. Og svo fór ég í framhaldsskólann á Laugum og var þar í heimavist líka. Þannig að maður verður svolítið Laugum fyrir vestan? Nei, fyrir norðan. Já, Laugum fyrir norðan? Já. Já, ok, já. Mér finnst eitthvað mjög spennandi. Já. Bara í þann skóla. Já, skólinn á Laugum fyrir vestan, það var náttúrulega bara grunnskóli. Já. Já, ég veit það. Þannig að, já, þetta er verið, og hvernig var með svona kærustur og svona, varst ekki þá farin að eignast kærustur ungur á því og... Nei, ég var svo feimin, þar var ég feimin, sko. Já. En þannig að það var ekki fyrir frekar seint, sko. Og já, þannig, hvað er svona, kannski 17-18 eða eitthvað, sko. Já, ég var mjög feimin þar, sko. Já, og hvenær eignastu barn í fyrsta skipti? Hvað áttu mörg börn? Já, 2 dætur. Já. Já, það var ekkert fyrir en sko, ég var svona, hvað var ég, 28 ára eitthvað, sko. Nú, já. Ég var aldrei neitt að ráði í einhverjum sambæð, sko, ég náttúrulega er alki, sko, og í 12 spóra samtökum og hætti að drekka einmitt í rauninni bara þarna 28 ára, sko,
þegar að mánuð eftir að dóttir mín fættist sko. Já, ok. Já, það var bara sparkið sko. Já. Af því ég einhvern veginn svona, já, þetta var orðið svona tæft sko. Ég sko þróaði þennan alkoholisma svona hægt og rólega, en ég var svona að drekka illa og þú veist, eitthvað deyja, þú veist, og svo bara og svo ég náttúrulega jógst alltaf drykjan, en ég náði alltaf að halda vinnunni sko. Já. Og þannig að þetta einhvern veginn fittaði við ákveðin og ég var svona bóhem, listamannsbóhem, ég var leikari og náði alltaf að mæta í það og leika vel og allt það, en drykjan var fann að vera meira og meiri, þetta var farið að vera erfitt sko. Og í minni fjölskyldu var svona, þú veist, drykjan alltaf í lagi á meðan þú tóttir í vinnu. Einmitt, já, þá til lagi, já. Það til lagi. Og ég náttúrulega sko, og ég var ekkert í neinum samböndum skilur til lengdar. Nei. Af því það annars hefði það líka ekki gengið upp sko. Já, bara bóhem og svo var misti ég einu svona í vinnu þarna svipa leiti í rauninni og basmóðin mín gekk með sko. Já, og var það út að drykja það? Já, þú veist, ég var bara ráðin í hlutverk og þetta var orðið, ég meina, fólk var farið að trufla aðeins æfingar, ég var að mæta svona hálf fullur á æfingar sko. Og þannig að ég var ráðin í hlutverk og mér var sagt að ég mætti aldrei mæta á seint sko og illa fyrir kallaður og svo bara einhvern veginn, þegar bara æfi í viku þá vaknaði ég upp einhvers staðar og ég nefndi ekki að mæta og það var bara rekinn sko. En þannig að það, þú veist það og svo það, þá bara náði ég að bara þykja hjálp sko, biðja hjálp. Fórstu á Vogi eða? Já, ég fór sko, svo fekk ég fór bara og talaði við einhvern ráðgjafa og hann eiginlega plataði mig sko, hann sagði ok, að ég þurfti að fara til hans tvisvar sko. Já. Og hann þurfti að segja við mig og ég var alltaf bara býð eftir að hann segja mér hvernig ég ætti að hætta þessu ég gati ekki hætt sko, svo sagði hann ok, í annarskipti þá sagði hann nú ferð þú bara á fund eitt fund á dag í Sund og ég ætla að hringi þig á hverju mótni kl. 7 og skulum sjá hvernig fyrsta vikan virkar og þannig að ég gerði þetta og ég var náttúrulega svolítið svona vildi standa mig akkvært þessum gaur sko. Þannig ég þorði ekki að smakka eitt sopa sko, því ég vissi að ef ég myndi smakka eitt sopa þá myndi ég ekkert vera þarna kl. 7 morgunin til að svara símanum sko. Og þannig náði ég bara fyrstu vikunni sko. Og hann hringdi aldrei. Hann hringdi ekki? Nei. En ég náði fyrstu vikun sem fyrir mér var bara kraftaverk sko. Og svo bauðst mér hlutverki í svona sjónvarsmynd og ég sagði bara með mér, ég get ekki ef ég fæ mér eitt sopa þá klúðraði þessu sko. Þannig ég ákvað bara ég myndi ekki drekka neitt þá með ég var í þessu og þannig náði ég bara fyrstu 3 mánuðum og þá ætlaði ég alltaf að detti í það og fagna þessu en það var einhver sem samfæri mig bara að fara bara beint inn á Vog sem ég gerði þannig að ég fór inn á Vog búin að vera edrú í 2,5 mánuð þannig þetta var þetta fór vel inn skilur og ég var og er náttúrulega bara búin að vera meira minn í samtökum síðan sko. Og ertu búin að vera edrú síðan 28? Nei. Ekki alveg en ég hef aldrei sko ég hef aldrei almennlega ég hef alltaf vita að ég á ekki að drekka sko. Stundum hefum bara liðið eitthvað lífið verið svo mikið vesen og ég ekki nótulur á fundum og þá hafa komið glufur sko. En þú veist, ég hef alltaf bara farið einhvern veginn á fund bara strax einhvern veginn, þannig að þetta hefur aldrei ég hef aldrei þóst geta þetta en það hefur verið sprungur en ég er búin að vera núna edrú alveg hreint í rúmlega 18 ár sko. Vá, það er bara mjög vel gert og þetta eru sprungur, ég meina það er bara 28 ára, ég er enda búin að vera edrú líka síðan ég var 28 ára sem er eiginlega alveg fáranlegt sko. Ég man eftir ég maður að telja mánuðina sko. Núna er ég bara ég man ekki hvað þetta er mörg ár sko. En það var bara svona svipað sko. Ég var alltaf að reyna að drekka eins og venjulegt fólk sko. ég veit. En það var alltaf ég var alltaf fulla gælan sko. Það var ekki þannig að ég var
þú veist, og ég var alltaf í vinnu og svoleið, sko, en þannig að þú veist, það eru margir sem að fatt ekki alveg að alkoholismi ekkert endilega þannig að þú sett bara alltaf fullur. Nei. Heldur þetta bara líka, þú veist, ef þú ert fullur þá ræður ekkert við þig. Já, ég veit. Og svo er þetta bara að fara að vera þannig. Bremsu. Nei, bara enga, sko. Já, ég var þannig, sko. Já, þannig að og það er bara svo niðurlægjandi, skilur við. Já, og líka þegar maður er eldri og var maður alltaf meira og meira þunnur, eða mér fannst það. Ég var bara off í marga daga, sko. Já. Þannig að þú fórst eignaðist þarna dóttur 28. Já. Og var edrú mánuði seinna og var í rauninni, en við vorum ekki saman, sko, foreldrarnir, þannig að ég var svona þessi klassíski svona helgapappi og og svo eignaðist ég seinni dóttur mína 1,5 ári seinna. Já. Með annarri konu, já. Ekki það að hafa þetta of einfalt. Nei. Þannig að, já. Ég var bara í helgarpappa hlutverkinu og reyndi að gera það eins vel og ég gat, sko. Varstu þá ekki með þeirri konu heldur, eða? Nei. Okay. Nei, en svo Nei, ég, sko, einhvern veginn tóld aldrei almennilega í samböndum, sko, og svo gerði ég, eftir ég var í edrú, þá fór ég að gera heiðarlegar tilraunir til þess, en þá var svolítið svona meðvirknin einhvern veginn að trufla þessi sambönd, sko. Já. Ég var alltaf að þykjast vera einhvern veginn að reyna að vera hinn fullkomni maki. Já. Einhvern veginn draumaprinsinn. Ég hafði einhverja hugmynd í kollinum það hvernig maður hinn fullkomni maki var átt að vera, sko. Og og var bara einhvern veginn með ranghugmyndir hvernig maður á að vera í sambandi, veist. Og og ég meina, maður ánægt bara að vera heill. Já, skilur, maður á bara að vera maður sjálfur. En ég var eitthvað með einhverja ranghugmyndir það að ég ætti að vera fullkomin. Já. Einhvern veginn. Og alltaf í góðu skapi og vandamálalaus og góðu hlustandi og allt þetta og þetta einhvern veginn, þannig að þetta var einhverja svolítið mér að kenna, það var alltaf eitthvað svolítið skakt, sko. Já. Og svo sprakk þetta yfirleitt alltaf eftir svona 1-2 ár. Já. Veist. En sem betur fyrir þá var ég bara búin að vinna með þetta og núna er ég í alveg frábæru giftur á frábæri konu og það hefur valla borið skugga á, sko. Já. 15 ár. 15 ár? Já. Vá, og þið hafi ekki eignast barn saman þá? Nei. Hún á 2 stráka og ég á 2 stelpur. Já, 2 konur og hún á 2 unga menn. Já, þannig að það er bara geggjað. Það þarf ekkert alltaf að eiga barn saman. Nei. Þetta er bara alveg, eins og ég segi, alveg yndislegt, sko. Og alveg einhvern veginn bara bestu vinir og mikið traust og allt það, sko. Já, það er mjög gott. Og já, 15 ár. En ég tengi það alveg við það að ég er búin að vera að vinna í meðvirkninni, sko. Já. Í núna 18 ár, þannig að það er alveg meira sér. Og algjörlega ég tengi það við það, sko. Já. Hvaðan heldur að þessi meðvirkni hafi komið, eða þú veist, hvernig vistu það? Já, ég menna það er náttúrulega, sko, það er alveg, sko, svona meðvirkni, akkur stafar meðvirkni, það er eitthvað svona eins og einhverja beiglur, eins og ég sagði á hann, sko, fólk er einhvern veginn, læri það sem fyrir því er haft og ég meina Íslensk samfélag er náttúrulega bara, ekki síst í gamla dag, var rosalega meðvirkt og foreldrar mínir er bæði svona börn sem alast upp við einhvers konar alkoholisma. Já. Og og það hafði mismunandi áhrif á þau, sko. Pabbi var meira svona sko, alveg með hjarta sko, mikið hjarta en ekki mjög færi að tjá tilfinningar. Og en mikið tilfinning að vera, en hann kunni einhvern veginn ekkert og kunni heldur ekkert voða mikið svona að bera hönd fyrir höfu sér og standa með sér, sko. En mjög, þú veist, góðu kall og duglegur í öllu því sem hann tók sér fyrir hendur og allt það, sko.
en þetta var svona, hann var svona svolítið, já, hann átti ekki gott með að tjá tilfinningar, en mamma var aftur á móti, hún líka alveg upp við einhverja mynd af alkoholisma og þar var það meira svona að allt frábært, svona afneitun svolítið á að það væri nokkuð af. Já. Og það var mjög sterkt einkenni á henni, sko. Já. Bæði á heimilinu okkar líka, þú veist að hér allt bara æðislegt, sko. Já. Og og ég meina, það náttúrulega margir svona, skilur við. Já, og þetta eitthvað sem að maður bara partur af karakternum. Og þau voru bæði alveg mjög duglegt, þú veist, ég meina bara eins að rífa sig upp og fara til útlanda og svona hress og jákvætt fólk en með þessar litlu beiglur, skilur við. Já, já. Og svo læri ég bara, sé ég pappa svona sem kann ekki einhvern veginn að tjá sig og mamma svolítið svona við stjórnvölinn, sko, þú veist, á heimilinu og ég held það til dæmis svona einhvern veginn beglar mína afstöðu til kvenna, skilur eða svona hefur einhver svona áhrif á mig, sko. En ég meni svo þetta bara líka mismunandi, sko, systkini mín ekkit endilega eins, skilur, þau fara ekkit eins, eins og ég sagði, sko, ég var svolítið trúðurinn. Já. Og þegar það var kannski svona, trúðurinn kannski sá sem að þegar það spenna á heimilinu, þá djókaði ég og fekk allar þess að hlæja og leysa þannig spennuna, sko. Já. Og það örugglega á þátt í því að ég valdi að vera leikari, skilur. Já. Þú verður góður í því. Já, þú veist að já, þá það orðið svona eitthvað svona stór partur af mínum karakternum að vera sá sem að breytir. Já, hressi fólk við með djókum og svona, sko. Já, það er svolítið eins og ég sá það á Latta hana í sýningunni hans. Já. Að hann var þarna alltaf að láta mömmu sína hlæja, sko. Já, einmitt. Og hann náttúrulega já, það náttúrulega mótaði það hvað hann fór að gera. Nákvæmlega. Já, og svo bara, já, hvernig gekk svo, þú hefur talað eins að, þú veist, dóttið þín svo hefur verið í fíknivanda. Já, hún sko, frumburðurinn, elsta dóttir mín, hún hefur átt mjög erfitt með fíknisjúkdóma, bæði fyrst með átröskun. Já. Og svona búlemíu og svona útlitsstyrkun og hún fór alveg bara mjög langt í því og hún byrjaði bara 13-14, sko, og við vorum bara alltaf að reyna að hjálpa henni í alls konar hlutum, skilur að reyna að hjálpa henni. Já, opbáslega erfitt, sko. Og hún var frá bugl og þú veist, geðdeild og allt, sko, alltaf að reyna að fá styrk og við með þess að gerðum við gerðum heimildamynd hana, ég var náttúrulega komin inn í 12-spórakerfið, þú veist, og maður held að það myndi kannski hjálpa henni ef hún myndi gefa af sér. Já. En það gerði það ekki, þú veist, það gerðum mynd hennar stríð við átröskunina. Okay. Og síðan þróaðist þetta yfir í alkoholisma og hún hefur bara á ennþá í stríði við það, sko. Já. Því miður. En svona á stundum góða kafla en ennþá ekki hólpinn í það minnst og ekki búin að finna lausnina, sko. Nei. Hvernig var þetta að vera, að því að maður hefur séð að þetta náttúrulega hræðilegu sjúkdómur, átröskun. Já. Að sjá barnið sitt gera sér þetta, það hlýtur að hafa verið alveg bara ótrúlega erfitt. Já, það alveg já, svo maður bara alltaf að reyna ég meni þar líka, sko, þar þurfti ég náttúrulega mjög mikið á að vinna með meðvirknina, sko, af því að þetta af því að maður var alltaf að reyna bara, það er svo óskiljanlegt að það skulle ekki bara skilja, hún skulle ekki bara skilja hvað hún er að fara illa með sig og bara hætta, en þetta fíkn, sko, þetta bara eins og alkoholismi, skilur þú, og hún bara komin, þetta sko boðefna tripp. Já. Og ég held að hún hafi, hún flakkaði á milli, byrjaði í búlemíu, að kasta upp, sko. Já.
en síðan alltaf smittaðist aðeins yfir í anorexíu að borða ekki eða þá að hlaupa og ganga og hreyfa sig alveg eins og veist, og svo hafa bara algjörlega blekt að sína á sitt útlit og finnast fallegt þegar það sést bara í rifbeinin og allt þetta dótið, sko. Finnast það fegurinn þar, þannig að heilin er orðborðið, heila starfsminn er orðin svo brengluð, sko. Hún verður svo brengluð, kannski af svengd en líka bara þessu boðefna trippi, sko. Þau voru að svelta þig og hérna já, þannig að þú bara komst ekkert inn. Nei. Og þú ert alltaf bara eins og með alkan, sko. Þú ert alltaf að reyna að komast inn, en það bara virðist ekki vera neinn leið til þess að komast inn, ekki fyrir hann, eins og maður segir, ekki fyrir hann vill sjálfur opna, fyrir hann finnur sinn botn einhvern veginn og er þá móttækilegur fyrir einhverju ráðgjöf eða en og þetta er alveg eins með átörskurna, þau bara er ekki móttækileg fyrir ráðgjöf, þetta er svo mikið kikk, sko. Hvað er þá kikkið, eða hvar fáðu þá kikkið, bara að þetta er boðefna þetta er bara boðefna tripp, sko. Alveg eins og með allar fíknir, það er svo marga fíknir sem er ekki með efni, sem er ekki inntak á efnum eins og spilafíkn eða söfnunarfíkn eða innkaupafíkn, skilur að þetta er bara eða matarfíkn þegar borðar bara, sko, til þess að tröstusbýsning, skilur að það er eitthvað þetta er eitthvað dópamín, sko. Þú ert að fikta í því, sko, stöffi, og svo getur það orðið alveg algjörst rúss, sko. Nei, ég veit ekki, þetta er bara geðveiki í rauninni og ég held að með allar þessar fíknir þú þarft, sko, að verða alveg eins og maður segir með alkan, hann þarf að verða óvirkur og eða með fíkilinn, skilur þú veist, og það segir sér svolítið sjálf þar þú getur orðið óvirkur með því bara að drekka ekki eða taka ekki inn eiturlyf, skilur þá er bara orðin óvirkur og ef þau tekst það þá kemur hvíld á boðefna stöffið og taugakerfið og þú þarft, sko, einhver tíma og þá byrjar þetta að róast og þá byrjar við að fá eðlilega svona heilastarfsemi, sko og en það er svo miklu erfiðara með þessa hina sjúkdómi, þess að innkaupafíkn eða ádröskun af því að, sko, með ádröskun, hvernig gerur mannesku sem að borðar ekki þú veist, hvernig gerur hana óvirka af því að hún þarf að borða hún er algjörlega brenglað samband við það að taka inn næringu, sko og þú getur ekki bara hún þarf að borða, sko. Þannig að, en hvernig gerur þetta óvirt ég meina spilafíkli, þú getur gert það óvirt þá bara engir spilakassar ekkert lotteri, ekkert svoleið, sko og og til þess startu stuðning yfir þetta að fara okkur að fundi eða eitthvað en með matafíknum þá er þetta að því að með alla fíknir þá verður að gera þetta óvirt og fá frið fyrir allt taugakerfi til þess að bara og það getur tekið náttúrulega óendanlega langan tíma, sko. Og þá fyrst þegar þá er þetta kannski móttækilegu fyrir, þá getur það farið að gera það sem velja þetta að góða lífið, skilur og góða taktin, lífstaktin þannig að þetta var mjög erfitt að náttúrulega ná ekki sambandi, ná ekki inn gagnvart henni og hún er ennþá, sko, núna bara í neyslu og það er líka og svo stundum tekur hún pásur og þá er yndislegt að eiga stundir með henni, sko en á meðan hún er í neyslu þá eigum við mjög fáar stundir saman, sko, við tölum stuttlega saman því við eigum bara svo litla samleið, sko þetta er svo örgulega mjög erfitt að horfa upp á barnið sitt, gera sér svona, eða skilur það er það þetta er náttúrulega sjúkdómur og en þú verður bara, sko, eins og ég segi, ég náttúrulega vinn með meðvirknina og ég hitti aðra sem eru
eru líka og smátt, þú veist, læri maður það að fullorðin manneskja sem fíkil, það enginn sem fær hana til þess að þú getur sko eyðilagt líf þitt á því að vera alltaf eilíflega að reyna að fá manneskjum til að hætta. Já. Og þú veist, og eiginlega líkurnar á því að hún hætti minnka við það þegar maður að þjösnast á þeim, sko. Já. Þannig maður þarf bara að læra að sleppa tökunum. Já. Og bera virðingu fyrir því að hún þarna og ég þarna og leiðir okkar mætast ekki oft. Nei. Og bara þakka fyrir stundina þegar það mætast, sko. Og ég var alveg skilur og ég fyrst eftir ég byrjaði að vinna með meðvirknina þá var ég bara stundum þegar ég áður en ég byrjaði að vinna með meðvirknina þá var ég bara með stöðugar áhyggjur af henni og stöðugar sektarkennd og móralífið í og tók þetta allt á mig einhvern veginn en þú veist og svo fyrir maður að vinna með þetta og átti sig á því að þú veist að þetta er náttúrulega bara fíkni sjúkdómur, sko og svo bara læði ég bara ég ber bara ábyrgð á minni hamingju, ég þarf bara að sætta mig við þetta og bara taka ábyrgð á minni hamingju og gera gott í kringum mig og bara vona einn daginn hjálpa öðrum sem vilja hjálp, sko það er svolítið svona hugsunin, sko að, þú veist, að hjálpa öðrum sem vilja þiggja hjálp og svo af því að þú veist, það er ein ótrúlega staðreind að það er sko innan við 1% tilvika að það er einhver aðstandandi sem fær fíkil til að sjá ljósið. Já, ok. Það er innan við 1%, sko. Já. Af því þú veist, þetta bara sambandi svo þrúað af alls konar tilfinningum, sko. Þannig að ég hugsa bara, ég hjálpa bara öðrum og einhvern daginn kannski þegar hún er tilbúin þá var einhver annar sem hjálpar henni, sko. Já, algjörlega. Og hvað, hinn dóttin, hún er bara ekkert með neinu vandamáli, eða svona ekki þessi vandamáli? Nei, hún plumar sér mjög vel og er og vinnur og er svona í myndlist og að skrifa og hefur verið með frábæra pistla, hún er heimspekimentuð, frábæra pistla og rúf, svona heimspeki ívafi og bara við erum mjög stoltur af henni og mjög góði vinnir, sko. Já, áttu barnabörn? Svo ég eina sem er 12 ára. Já. Hún er alveg mitt upp og hald, sko. Já. Og hún er dóttir, sko, mamma hennar er svo sem á í stríði við alkoholismann, sko. Þannig að hún er býr hjá ömmu sinni, móður ömmu sinni. Já. Og og bara foreldrarnir eru bæði eiginlega ekki að standa sig í foreldrahlutverkinu. En hún er alveg hún fær mjög gott svona aðhald. Það er gott. Klár og ég held að hún eins og ég segi, við erum alltaf að ræða við hana þetta og hjálpa henni og hún er bara mjög svona sjálfstæð og skemmtileg og frjáls og er í rauninni bara sagði mig eftir daginn, fólk verður bara að fá að gera það fólk þarf að gera. Já. Og þá tala foreldra sína, sko. Greið. Já, þetta er örugglega ekkert auðvelt heldur að vera barnið, sko, í þessu. Nei, en hún á svo sem ekki hún er alveg bara, hún er hætt að gera sér vonir. Já. Þannig, eða þú veist, að ætlast til neins af það. Já. Hvað ertu búin að vera að gera núna? Með leikrit? Já, núna er leikrit sem er verið að sína sem að ég skrifaði og er að leiki í Tjarnarbíó. Já. Heitir Bústaðurinn og hefur fengið svona mestuleiti bara mjög jákvæða umfjöllun. Já, mestuleiti. Já, það er svona það er sumir ekki alveg að tengja við það, sko. Nei.
en þetta líka svolítið svona eldfimt efni sko Já. Ja, þetta náttúrulega samt sko leikrit bara Íslendinga svona svolítið svona kannski aðeins eldri kynslóðin sko, það hérna skrifstofukallinn sem vinnu þjarkur og vinnan gengur eiginlega fyrir öllu svolítið svona lokaður og konan sem svona jákvæð og bara meðvirk og gerir allt þess að halda honum góðum Er þetta fóreldræna? og þetta bara bara svona eitthvað íslenskt sko. Þetta bara svolítið íslenskt sko. Og en og hann með og þetta grínleikrit sko og fólk hlær yfirleitt mjög mikið sko að þessu og hann sko og svo það sem gerist í verkinu það er svona útlendingslegu portrétteiknari, þau eru sumarbústaðnum sínum sem að þú veist voru byggðu þarna fyrir löngu síðan og ægilega stolt af svo svona útlendingslegu portrétteiknari er búin að koma sér fyrir bara á stígnum rétt fyrir utan bústaðin þeirra, að lóðina þeirra og hann bara skilur þetta ekki sko, hann skilur ekki akkur hann er búin að koma sér þarna fyrir og akkur hann fyrir ekki við nýr í bæ það er enginn sem fer þarna og hann bara en það gefur líka í ljós að það er ýmislegt að hjá þeim sko, þú veist, hann er ekki alveg að standa sig í rúminu og líka hann er svo eða einhvern veginn hann er tilfinningarlega lokað þannig að börnin er einhvern veginn hægt að koma og þetta hann er eitthvað svona spenna milli hans og barnana þannig að það var allan eitt samband sko þannig að það er svona ýmislegt sem er ekki að ganga vel en hann kann alls ekki að leysa það sko kann alls ekki að leysa það og hún ekki heldur einhvern veginn þú veist að henni finnst svolítið leiðinlegt að þau skulu ekki tala saman og börnin er eiginlega hægt að koma en hún stendur með manninum sko einhvern veginn og en svo bara einhvern veginn þetta þegar þessi útlendingslegi gaur kemur þá bara fær hann bara rörs sín á það sko og það bara, öll gremja bara beinist í þá átt sko þannig að þetta og hann er þú veist, sannfærður að þetta sé útlendingur sem hann í raun ekki sko hann bara kemst aldrei að og er náttúrulega búin að heyra það er alltaf að keyra koll þarna í Svíþjóð út af þessu fólki og þannig að hann svona rantar svona þetta sem að maður er alltaf að heyra meir og meir sko en svo fer þetta bara einhvern veginn ekki honum þetta fer ekki vel fyrir þessum kalli sko en eins og ég segi þetta er svona grínaktugt en með svona einhverjum svona undir tón sko og það er búið að vera mjög gaman að sýnda þetta hefur gengið vel og svona bara hlátur og fólk er hrifið fyrst þetta kannski svona en svo eru sumir sem eru bara ekki að meika þetta sko en það sko, þú veist, maður er svolítið þetta er svona svolítið miskunnarlaust gagvart ákveðnum íslenskum svona gildum eða svona íslenska svona eins og við sjáum okkur við erum alltaf upptekin alltaf að tala það hvað allir elska að koma til okkar og hvað við séum gestrisinn og hvað þetta og ég er svona svolítið að draga þetta gera svolítið grína þessu sko. Að Við erum ekkert sérstaklega gestrisinn það er samt alveg hægt að segja það var það, skilur í sveitum og í gamla dag þú veist þegar fólk eins og ég er að tala um það sko, þegar fólk bara droppa inn skilur og þá var alltaf til eitthvað í frystikistunni og dregna fram einhverjar kleinur og spjallað og svona og það er alveg sko, þetta er alveg í okkar sögu held ég en þetta er ekkit rosalega mikið virt Nei. í dag, eða ekki þannig sko því að það er allir meira svona, bara hver heimi hjá sér að horfa á Netflix mér finnst svona Íslendingar vera svolítið svona, við erum rosalega stoltaði yfir Íslendingar þegar okkur gengur vel í handbolta
þá erum við bara Ísland hérna. Einmitt. En svo erum við svo bara með svo lítið sjálfstraust, finnst mér svona yfir höfuð, við erum svona pínu svo svona minnumáttakent stundum. Það er allir bara á dýrustu bílunum og þú veist, einhvern veginn og allir eins og nýríkir einstaklingar einhvern veginn. Og svo erum við svo lítil í okkur líka, sko. Þú veist, það er bara... Já, við erum bara eins og allir, sko, svona, en sko, við keyrum rosa mikið á jákvæðinni, sko. Þetta reddast. Og þetta reddast, keyrum rosa mikið á hamingjunni, við erum bara hamingjusamsta þjóð í heimi og allt. Já, því við erum öll á þunglindislegu. Já, skilur, og þannig það er svolítið svona, já, hvað maður að segja, það passar ekki alltaf saman hljóðu mynd einhvern veginn í þessu, sko. Nei. Að því að líðanin er ekkit endilega í samræmi við þetta hérna. Það sem ætti að vera, og sko það sem að mér hefur fundist áhvert með verkið er að sko þarna er náttúrulega svolítið verið að er þessi kall, hann er bara upptekinn af kallin í leikritinu, hann er upptekinn af því að bara útlendingan er að æða hérna inn og sko og þannig er það kannski það sem að virðist vera aðal þemað í verkinu og það má líka alveg vera, það er náttúrulega partur að því sko og mér finnst það líka mjög sko mér finnst það vera mjög kannski mikilvægt að tala þetta af því að það hefur breyst alveg ótrúlega mikið á 20 árum Íslands samfélag og ég meni það er bara sko 2006 sem að maður er í fyrsta sinna á kaffihús í Reykjavík eða 2005 eða eitthvað þegar einhver er að þjónamanni og talar ekki íslensku og maður bara, já, sniðut og talar bara ensku útlendingur sem vil búa hérna það er gaman sko en núna er það bara sko undantekning ef einhver er íslenskur að þjónamanni sko og talar íslensku og ég næst ekki í hótelbransan í túrismann þar eru þú veist, í hótelbransan þegar ég kem inn á hótel þá byrja ég á ensku af því það er í 90% tilvikum er sá sem er í móttökunni talar ekki íslensku og og það þannig þetta hefur gerst alveg rosalega hratt og þetta er bara því það er svo mikil vinna og svo og það er langmest þeir sem eru bara að vinna og eru þá frá Evrópuríkjunum og svona og svo eru núna hælisleitendur og allt þetta og það sem að mér finnst það er svo erfitt að tala þetta af því fólk er svo heitt í hamsi þessi mál en það er samt enginn að þora alveg að tala þetta Nei. og í pólitíkinni sko þá eru af því ef að þú segir til dæmis eins og mér finnst persónlega, að við eigum að hvetja þau til þess að læra íslensku mér finnst það og það er með þess að í lögunum sko að í rauninni á þau koma hinga þá eiga þau að fara á námskeið þetta og námskeið þetta en þetta hefur bara gerst svo hratt að því hefur ekkert verið fyllt eftir almennilega sko og til næmis eins og mér finnst að atvinnurekendur þeir eiga að bera líka ábyrgð þarna sko hjálpa þeim að læra en ég held að atvinnurekendur sé ekki þeir hafa ekki tíma fyrir það heldur sko Nei. og svo framvegis þannig að sko það sem og ég var að segja einhverju viðtalum daginn að mér finnst að það þurfi að tala þetta og allir flokkar þurfi að tala þetta af því að það þarf ákveð aðhald þegar svona mikla breytingar verða. Ég er ekkert á móti fjölmenningunni, mér finnst það bara fínt sko en mér finnst það bara þurfi að gera það einhvern veginn rétt og af ábyrgð og það er eins og þetta með atvinnurekandi sem er með fólk í vinnu mér finnst það hans ábyrgð að hjálpa þeim að læra íslensku og svo framvegis þannig að en þegar ég segi þetta þá getur vel verið það séu margir sem bara, hvað er hann á móti þessu, en ég er ekkert á móti fjölmenningunni, alls ekki sko en ég vil bara að þetta sé gert rétt og af því að ég held líka að ef þetta er ekki gert, ef það er ekki aðhald, þá bara vex gremjan hjá þeim sem að finnst þetta óþægilegt og það er sko, mér finnst líka að vera svo mikill munur á milli þess að vera sko, ég er bara móti að það séu glæpamenn hérna
Já, svo það. Það bara, þú veist, ég hef ekkert á móti útlendingum per se, en þegar það eru svona glæpagengi og eitthvað, þá er ég á móti því, þú veist. Og þú veist, við erum alveg lent í að því við erum með hótel út á landi að það koma inn svona eldri Íslendingar og það er bara, talar enginn íslensku hérna. Og þú veist, að mörguleiti skilji það, en svo eru við bara Íslendingar alltaf góð til að vinna þjónustustörf, virðist vera. Þú veist, það vill enginn, það sækir enginn vinnu á hótelinu í okkur sem er Íslendingur. Það er bara, gerist ekki sko. En við fáum alveg margar umsóknir á viku frá útlendingum sem vilja vinna þessa vinnu. Og svo tek ég eftir líka í útlendum eins og í bara Ameríku, þar vinnur alls konar fólk, alls konar störf. Veist, það er bara amma að vinna í Walmart eða McDonald's. Hér er það bara, þú veist, ef að amma þín er fann að vinna í bónus, þá fær fólk að spyrja spurninga, hvað gerðist, hvað er að gerast, akkur er hún, bara, við erum orðin einhvern veginn svona of góð fyrir ákveðin störf en erum svo fúl yfir því að geta ekki talað okkar móðumál. Þetta er ótrúlega sko, það var eiginlega kveikin að þessu leikriti var hjá mér var því ég var ekkert í NH-shoppunni á Kirkjubæjarklaustri og kannski 2008 eða 2009 eitthvað það kom eitthvað svona kallinn svona 60 og bara í heppanum sínum, ég veit ekki hvað hann var að fara kannski á einhverjum bóndabæ og fara á Vík eða eitthvað til Reykjavík whatever, stoppar til þess að fá sér pilsu eða kaffi eða eitthvað og svo bara man ég að hann bara byrja alltaf að æpa, hvað er enginn hérna í þjónustunum sem talar íslensku og hann bara var bara frussandi nextlaður á þessu og kannski maðurinn talaði ekkert íslensku sjálfur skilur og útlensku, ensku ég talaði ekki ensku, menn ég talaði ekki ensku sjálfur og þannig að honum fannst þetta bara mjög þú veist, þannig að pabbi minn er svona sko þannig að þetta þarf bara, eins og ég segi mér finnst bara eins og með svo margt hérna, þú veist, hraðinn og hjól atvinnulífsins bara taka yfir allt og það samfélagið er ekki að standa sig skilur mér finnst þetta að vera partur af velferðar kerfinu í rauninni sko. Ef það á að vera velferð hérna þá bara hjálpa fólki að hérna hvað heitir þetta? Inngildingu, já, þetta er nýtt orð sem að maður, að hjálpa fólki að þú veist að tengjast inn sem er að koma og okkur að tengjast þeim, skilur og þetta er bara ábyrgð stjórnvalda en þau er bara ekkert að standa sig í því sko. Eða mér finnst það ekki en það er en sko, já, eins og ég segi og ef ekki er staðið sér vel þá mun allt bara springa hérna eins og það er að gera víða í heiminum sko. Já, og það er svolítið að gerast finnst mér líka núna en ég held að eins og þú segir það talar enginn þetta, það má ekki tala að þú sért á móti því hvað er mikið af fólki að koma frá öðrum löndum, af því þá ertu rasisti en þú veist, það er bara kannski hefur ekkert með rasisma að gera þú veist, þetta er hérna að því að við eigum ekki nóg húsnæði, við eigum ekki þú veist, þetta er alls konar sem kemur inn í þetta en þetta er rosa erfitt og þetta er eldfimt að tala Ég meina það voru 6%, 5-6% þjóðarinnar árið 2000 sem voru af erlendu bergi brotin og núna er þetta 20% sko. Er það 20%? Já. Vá. Já, það kemur ekkert á óvart þannig sko. En það er einmitt líka bara að ég held að landamæra eftirlit og svona, þú veist, það er ekkert rosalega, hefur ekki verið. Nei, eins og ég segi, þetta er allt eldfim efni og þú veist og hérna og þú veist og það er bara þú veist það er annarkvort ertu hérna woke eða anti-woke skilur eitthvað góða manneskjan, góða fólki góða fólkið veist eitthvað svona ég meina ég held að ég vil alveg vera gott fólk sko og ég hugsa að flesti vilji vera einhverstaðar gott fólk en hérna þú veist þetta er bara svo asnaleg spenna sem er að myndast bara fáránlega og náttúrulega pólitíkin keyrir á þessu svolítið sko og ég meina eins og ég meina stjórnmálinn í Bandaríkjunum sko ég meina það er bara keyrir á því að hérna the divide skilur skapa spennu
Trump náttúrulega alveg mjög góður í því, ég held að hann sé nú komið með einhver elliglöp, sko. Hann vissi ekki hvað land hann var að tala daginn, sko. Tala ímest Æsland og Grínland, maður bara svona, veist, þetta á að vera valdamesti maður í heimi, þá vorum við bara í djúpum skít, sko, á mínum mati. En það bara, en hann heldur að hann sé bara Messias, sko. Það bara svo leys. Já, ég get ekki að fara að tala þetta, sko. Nei, það bara vissum að stefnaði, sko. Nei. En, já, sko, hvað svona framundan hjá þig núna? Já, núna ég bara að fara í leiðsögnina, bara á fullu. Ég meina, mér langar alveg, mér finnst alveg rosa gaman að skrifa, sko. Það bara mitt, eins og ég var að tala áðan, sko, þú veist, hilla að finna sína hillu. Það náttúrulega leiklistin og svo skrifin sem kom mér alveg óvart, sko, þegar ég fór að skrifa, mér finnst þetta bara, ég finn ekki tíman líða, sko, þegar ég er að gera það. Og mér finnst það svo skemmtilegt. Já. Og þannig að mér langar alveg að gera meira af því, en ég þarf bara að vinna fyrir mér. Já. Og ég vinn fyrir mér með því að vera í leiðsögninni og mér finnst það, eins og ég segi, mjög skemmtilegt. En við þurfum ennþá meira að vinna fyrir okkur núna, við erum að byggja, ég er að fara að flytja, við erum að fara að flytja norður. Kona mín er, sko, Elisabeth Katrín, hún er úr Eyjafjarðarsveit, sem er rétt fyrir innan Akureyri, austan megin, og við fengum jarðarskika þar og við erum að byggja. Æði. Og það er dýrt. Það er mjög dýrt. Það er í rauninni, sko, þú veist, það er alveg saman, við gerðum alveg bara fjárhagsáætlun og allt það er bara 30-40% dýrara, sko. Einmitt. Þó maður reyndi að vera þannig að maður verður bara að vinna fyrir sér, sko. Já. En það er skemmtilegt ævintýri samt, sko. Já. Hvenær flytið? Já, það er nú það, sko. Planið var að flytja í haust. En núna er það húsið er orðið, sko, fókhellt, það er að segja að það er búið að loka því, með dúk og svona, þannig að það stendst veður og vind, skilur, vatn og vind, en við erum meina svolítið stopp núna, sko, við erum að bíða, við erum að selja hérna fyrir sunnan. Já. Og ég veit ekki hvort það er alveg rétt í tíminn til þess að selja, þannig að kannski, við getum alveg frestað þessu eitthvað, sko. Þannig að við erum svona að melda þetta bara með okkur. Já, það er spennandi. En já. Það er bara geggjað. Já, æðislegt, sko. Já, ég í sveitinni. Já, ég hlakka mikið til. Svo fallegt þannig, sko. Já. Og líka bara Reykjavík er hún svo eitthvað. Samanlega. Einhvern veginn, hún er svolítið búin að vaksa yfir sig. Já. Ég missi alltaf lífsviljan þegar ég kem í bæinn og keyri Ártúnshöðan. Ég ætla alltaf að taka með mér hérna sennið úr sveitinni, sko. Já, já. Svo kem ég upp á Ártúnshöðan og þá er ég bara eitthvað, új. Já, já. Þetta er ekki. Þetta er svolítið svona aftur þetta með hjóla atvinnulífsins sem að eru á fullri ferð og það er ekki verið að hugsa einhvern veginn að þau hjóla atvinnulífsins taki yfir, sko. Það er það sem búið að gerast hérna í Reykjavík, ég meina eins og með túrismann, sko. Já. Ég meina neyri í bæ, ég meina fyrir 15-20 árum þá fór ég neyri í bæ og var alltaf að hitta fólk sem ég þekkti. Já. Ég meina það ekki enga neyri í bæ, sko. Nei, það er bara allir að taka myndir og... Já, já, og svo umferðarteppurnar og af því að náttúrulega, sko, þessi fólksfjölgun, við vorum, á 2006 sem við vorum 300.000 og núna erum við 400.000. Já. Á 20 árum, sko, aukast 25% og megnið þessu sestað hérna í Reykjavík. Já. Og það er alltaf ekkert búið að gera ráð fyrir þessu. Þannig að þetta er bara einmitt hjóla atvinnulífsins þau ráða. En þú veist, og þess vegna er einmitt þessi krísa á fasteignamarkaðnum og þétting byggða, hvað er það? Erum við ekki með nóg af landi? Þú veist, að vera að búa til bara blokkar íbúðir sem eru bara, þú horfir inn gluggan hjá næsta manni. Já, já. Og umferðarteppurnar. Það er gott að losna við það. Já, það er ekki á Akureyri, sko. Akureyri er æðislegu bær. Ég fíla það. Já. En takk fyrir að koma og bara takk fyrir spjalli. Takk fyrir mig. Gaman að fá þig. Já.